Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir góðir gestir. Við í ungmennaráði Laugardals, Háaletis og Bústaða höfum útbúið tillögur varðar hvernig unglingar geta verið álitsgjafar í ráðningu hlutastarfsmanna í félagsmiðstöðvum borgarinnar. Okkur þætti það í takt við þá stefnu skóla- og frístundasviðs að auka lýðræðislega þátttöku barna og ungmenna. Með því að taka virkan þátt í ráðningu nýrra starfsmanna gefst ungmennum tækifæri til að móta starf félagsmiðstöðvarinnar og koma að þeim gildum sem þeim finnst skipta máli. Ungmenni tækju stutt viðtal við umsækjendur og kæmu svo sínu áliti á framfæri. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem fullgiltur hefur verið á Íslandi kemur skýrt fram að börn hafi rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum sem koma að þeim og að tekið sér réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Þeir starfsmenn sem ráðnir eru inn í félagsmiðstöðvar koma til með að vera í langmestum samskiptum við unglingana sjálfa og því liggur beint við að unglingar fái að hafa skoðun á ráðningu þeirra. Við viljum að tekið sér tillit til sjónarmiða og athugasemda ungmenna á einhverjum tímapunkti í ráðningarferlinu og að þau fái að sitja viðtöl með ráðningaraðilum. Það mikilvægt að ungmenni fái að taka þátt í mótun frítímastarfs í sínu hverfi og við teljum að þetta sé hluti af því að ungmenni eigi hlutdeild í því starfi. Í Reykjavík eru starfandi 21 félagsmiðstöð með 175.000 heimsóknir á hverju ári. Í ljósi þess teljum við mikilvægt að þau ungmenni sem stunda félagsmiðstöðvar fái að láta skoðun sín í ljós og taka virkan þátt í samstarfi við félagsmiðstöðina að velja faglegt, hæft og áhugasamt fólk til starfa. Í starfsáætlun SFS frá 2016 fjallað rétt barna og ungmenna til að tjá skoðanir sínar og taka þátt í ákvörðunum hagsmuni sína. Í skóla- og frístundastarfi í Reykjavík lögð áhersla á að efla aðkomu barna og ungmenna að ákvörðunum og þau hvött til að taka þátt í umræðu verklag og framþróun skóla- og frístundastarfs. Í áætluninni líka talað framtíðarsýn borgarinnar hvað varðar lýðræði, jafnrétti og mannréttindi. En þar hvatt til þess að börn og ungmenni verði virk í ákvörðunum eigið nám og starf. Einnig stendur að lýðræðislegt gildismat mótist á öllu námi og starfi og börn og ungmenni læri til lýðræðis í gegnum lýðræðisleg vinnubrögð. Ef litið til þess sem hér segir, þá teljum við í ungmennaráði Laugardals, Háaletis og Bústaða að hér sé kjörið tækifæri til að virkja ungmenni til aukinnar þátttöku í frístundastarfi, þar sem þau hafi tækifæri til að taka þátt í vali á nýjum starfsmönnum í sínar eigin félagsmiðstöðvar. Ósk okkar væri sú að tillagan næði í gegn fyrir árslok 2017. Þá hefur Sigríður Halla Eiríksdóttir lokið máli sínu og næstur tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar og Reykjavíkurráðsliðar einnig. Þetta er fín tillaga sem hér liggur fyrir og athyglisvert að lesa hana. Ég held að það sé bara hið besta mál að unglingar þeir komi að starfsemi félagsmiðstöðvanna og séu ráðgefandi. Ég held að þetta megi líka gerast bara í skólum borgarinnar varðandi hvernig skólunum er stjórnað og það er í rauninni hreyfing á þessum hlutum út allan heim en því miður lítil sem engin í Reykjavík. Ráðgjafar sem hingað hafa komið til Íslands hafa lýst þessu fyrir okkur hvernig þetta er gert og það er alls ekki sama hvernig þetta er gert og sannleikurinn sá að þetta hefur frekar gerst ofanfrá, ef svo má segja, heldur neðanfrá.
það algengur að þetta gerist með þeim hætti að það sé leitað ráðgjafar, foreldra og nemenda og jafnvel starfsmanna þegar að vera að ráða yfirmannin í fyrirtækinu eða yfirmannin í viðkomandi skólastjóra. Og í sömu þjóðfélögum hefur þetta verið tíðkað áratugaskeið og bara gengið vel. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við höfum ítrekað lagt fram tillögur inn á vettvangi borgarstjórnar að þessi þáttur verið aukinn og þá höfðum við einkum skólastjóraráðningar í huga og þá einkum grunnskólastjóraráðningar. Vegna þess að þessi aðferð til erlendis og hún hefur verið þróuð mjög víða að þarna koma viðkomandi skólaráð og þá eru oft fulltrúar nemenda og starfsmanna í þessu skólaráði en einnig fulltrúar foreldrafélags að því að þeir taka þátt í vinnunni en oftast er þeirra vinna ráðgefandi. Yfirleitt er það skólanefnd eða skólaráð eins og hérna Reykjavík sem sér sjálfa ráðninguna. Hér í Reykjavík er reynda nýkomið til embættismanns sem er fræðslustjóri eða sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs en fer samt í gegnum skóla- og frístundaráð er kynntar og ræddar og svo framvegis. En þetta hefur verið rauninni svo aðferð sem ég hef séð fyrir mér að til dæmis þegar skólastjórar eru að hætta og nýr að taka við, það er verið að fara í ráðningarferli, að til dæmis mjög algengt í Englandi og Bandaríkjunum Ástralíu þetta sé gert þannig að þá er boðað til fundar, rauninni opins fundar sem allir foreldrar mega koma á og þar er farið svona yfir það hvað menn vilja sjá í nýjum skólastjóra og það er skrifað niður, síðan er sótt og ráðningaraðilinn sem er skólanefndin, hún velur síðan úr þá umsækjendur sem eru taldir hæfastir, svo nefndur shortlisti, kannski 7-8 manns. Þeim er síðan gefinn kostur á að koma á fundi í foreldrafélaginu sem er öllum foreldrum opinn og kynna sig og stefnumál sín og síðan getur foreldrafélagið skilað umsögn annaðhvort að því lítist best ákveðin umsækjanda eða bara tala upp hvað kosti sem það biðji skólanefndum að hafa í huga þegar við komum til ráðinn. Og þetta, en svo er það skólanefndin sem ræður þessu á endanum og þetta kerfi hefur gengið mjög vel. Og eins og mér hefur verið tjáð þá þetta byrjaði með samráði í foreldrana en til dæmis í Bretlandi þá eru menn víða komnir langt með að eiga slíkt samráð líka við nemendurna. Og það fer þá bara fram á skólatíma og allir nemendur taka þátt í því og það er meiri sagði mér Tóbi Salt sem er þekktur fræðimaður eða ráðgjafi, hefur verið ráðgjafi 15 menntamálaráðherra í Bretlandi. Hann sagði mér að það verður meira að vera að þróa aðferð til að taka þetta niður á leikskólastigið og sums staðar er það komið í framkvæmd í Bretlandi. Og þetta held ég sé mjög gott verklag og þetta væri hægt að, eins og ég segi, þetta væri hægt að gera í grunnskólum hérna. Þetta verður líka hægt að gera í félagsmiðstöðum borgarinnar, þar sem unglingar eru njóta þjónustunar, ég er ekki í vafa með það. Svo lítið nýtt að heyra að þeir eru að vera ráðgjafandi við ráðningar hluta starfsmanna því að venjan er svo að við ráðum yfirmann og svo annars annað starfsmannahald en þannig að ég hef ekki heyrt af því áður en svo sannarlega held ég sé ástæðu til að skoða það og ég er viss að bara ríkari ábendingar frá nemendum og notendum í þjónustu í þessum félagsmiðstöðum gætu komið okkar að haldi í okkar starfsmannahaldi og eins og hér segir að þessi skuli vera ráðgefandi. Það hljómar bara vel í mínum huga. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lóki máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil aðeins blanda mér í þessa umræðu. Ég skil tillöguna, hún lýtur að því að auka lýðræði eða þátttöku fólks í að hafa áhrif á dagskrá félagsmiðstöða sem er mikilvægt markmið. Félagsmiðstöðvarráðin á sínum tíma voru sett á fót til þess að tryggja þetta. Ég hins vegar almennt er á því að þegar kemur að ráðningum að þá lýtur það réttindum og skyldum og ýmsu öðru á vinnumarkaði. Það er alveg rétt sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi rakti hér að sum lönd eru komin mjög langt í því að ráða skólastjóra í gegnum svona mjög opið ferli sem er eiginlega svona einhvers konar kosningar sem búið lögreglustjórar eru sums staðar valdir í Bandaríkjunum. Þá er það sá sem að handtekur flesta og setur það sem lengst í fangelsi sem vinnur.
En þegar kemur á skólastjóraráðningum þá hefur þetta verið eitt af því sem hefur verið tekið út í alþjóðlegum úttektum á því hvað gerir skólakerfið góð. Og það að reka skólastjóra út af niðurstöðum í lestrarátaki eða eitthvað slíkt eitt af því sem hefur reynst mjög illa. Það hefur reynst mjög illa. Okkar fyrirkomulag hefur meira verið að þróast í þá átt að við sem stjórnmálamenn til dæmis, við komum minna og minna að ráðningu einstakra starfsmanna. Borgarráð ræður æðstu embættismenn á hverju sviði. Þeir ráða hins vegar sína undirmenn, en kröfurnar sem gerðar eru að það sé á faglegum og málefnalegum grunni. Við höfum almennt ekki verið með samráðsferli ráðningar sem slíka, en við erum stundum með samráð, til dæmis við skólaráðin, varðandi starfslífsýningarnar og auglýsinguna þegar það er verið að auglýsa eftir viðkomandi. Það er kannski hægt að finna einhverja slíka fleti, en almennt að þá það næsti yfirmaður sem ræður viðkomandi starfsmann og stendur og fellur með því, og þarf þá líka að koma málum varðandi réttindi og skyldur og hugsanlega uppsögn ef að brot eru og svo framvegis. Þannig að ég hef bara ákveðin fyrirvara á þessu, en held að markmið sem mjög mikilvægt og við getum án efa fundið leiðir til þess að auka áhrif þeirra sem að sækja félagsmiðstöðvarnar á þeirra dagskrá og áherslur. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og næstu tekur til mál Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna og borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Sigríði Höllu Eiríksdóttur fyrir tillöguna. Hún er að mínu mati borin fram á góðum hug og ég held að hvatinn sé mjög góður, það er að segja að þessi valdefling ungmenna í félagsmiðstöðvarstarfinu, að við leggjum okkur fram að taka mið af þeirra áhugamálum, skoðunum og virkjum þau enn frekar í starfinu. Bein aðkoma þeirra ráðningu starfsmanna er býsna róttæk hugmynd og ég held og tek undir með borgarstjóra að það er ekki endilega víst að það skil okkur fram á veginn. Það getur auðvitað skapað fordæmir sem að getur reynst okkur erfitt að vinna með og getur, ekki víst, ég er ekki sannfærður að það yrði til góðs ef við höfum í huga að það eru ansi margir starfsmenn sem að vinna í okkar kerfi. Þeir eru 4.300 á skóla sem að tengja skóla og frístundastarfinu í borginni og ef við viljum að unglingar hafi áhrif á það hverjir eru ráðnir í hlutastörf í félagsmiðstöðvunum, að þá hljótum við að þurfa að velta upp alls konar spurningum til dæmis ráðningar kennara eða í raun og veru starfsfólks allstaðar í kerfinu. Við þurfum að minnsta kosti að velta fyrir okkur jafnræðis spursmálin og ég sem jafnaðarmaður geri það í öllum málum og að velta fyrir sér ef hér, af hverju ekki við aðrar aðstæður sem að getur verið sambærilegar. Og það eru 85 stöðugildi það bil í félagsmiðstöðvunum, þannig að við getum reiknað með að starfsmennir séu svona rúmlega 200, þannig að ég sé með nákvæma tölu á því. Þannig að það gæti þýtt það að fulltrúar í ungmennaráðunum yrðu bara hætt í námi og fara að nota sinn tíma í að sitja fyrst og næst í viðtölum við umsækjendur störf og það er svona eitt af því sem er mikilvægt að kannski hafa í huga í þessu efni. En útfærslan skiptir auðvitað öllu máli og ég skil vel þann anda sem býr að tillögunni. Ungmenni vilja hafa eitthvað það að segja hvernig málum er skipað í félagsmiðstöðvunum og við eigum eitt fordæmi sem við getum nýtt í þessu efni sem er þar sem við notum þegar skólastjórar eru ráðnir. Þá eru skólaráðunum í grunnskólunum og foreldraráðunum í leikskólunum gefin kostur á því að koma að gerð auglýsinga þar sem eru útlistuð hvaða hæfiskilir eru það sem við erum að óska eftir hjá viðkomandi stjórnanda. Og það má vel hugsa sér að við getum skoðað einhverja slíka útfærslu í þessu efni að þegar að það stendur til að ráða nýjan starfsmann í félagsmiðstöðina þá sé haldinn fundur þar sem að ungmennaráði getur komið á framfæri sínum sjónarmiðum það hvaða eiginleikar, hvaða hæfileika teljum við að það sé mikilvægt að viðkomandi starfsmaður hafi til að bera, til dæmis út frá þeim áherslum sem að þið viljið sjá í
starfinu á komandi misserum eða árum. Þannig að það finnst mér að verðskuldi nánari skoðun og legg til að við vísum tillögunni til skóla- og frístundasviðs sem að myndi taka þessi sjónarmið til frekari skoðunar og útfærslu. Þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls Alex Nær B. sem fulltrúi í ungmennaráði Laugardals